Fjármálaráðherra óskaði Íslendingum til hamingju með daginn í þingræðu í dag. Í tilefni þess ríflega 8 ára tímabili fjármagnshafta væri nú að ljúka. Undir þau orð hans tóku flestir en þó hafa boðaðar aðgerðir til lausnar snjóhengjunni svokölluðu kalla fram nokkra gagnrýni. Einkum og sér í lagi á þann afslátt sem eigendum aflandskróna sem ekki tóku þátt í útboði síðastliðið haust býðst nú. Forsætisráðherra situr fyrir svörum þessi mál og skipun nefndar framtíðarfyrirkomulag peningamála sem tilkynnt var í gær. En við byrjum á forsætisráðherra, hann sestur hjá Helga Selja. Bjarni, velkomin í Kastljós. Takk. Já, eins og Helga sagði, þá voru þetta að mönnum óska til hamingju í dag, afsakið í þinginu með þetta allt saman. En það er auðvitað svona eitt af því sem menn hafa kannski, já, margir ákvöpstóru þegar heyrðu það ekki að eigendur aflandskróna sem hefðu ekki samþykkt að taka þátt í útboðinu síðast, þeir væru hluta til fyrir 90 milljarða búnir að ná samningum og talsveit mikið hagstæðara gengi. Með það hvernig þetta var lagt upp á sínum tíma, þá áttu þeir sem ekki tóku þátt í útboðinu að fara með peningana sína bara inn á læsta reikninga með frekar lélegri ávöxtun. Hvað breyttist á þessum mánuðum? Því nú ekki langt síðan að þetta útboður kláraðist. Já, en það í raun og veru það sem gerðist. Þeir fóru inn á reikninga sem eru háðir sérstökum takmörkunum og þeir hafa verið þar síðan. En þeir eru enga síður en hluti af þeirri áætlun sem við höfum verið að vinna eftir, þar að segja, það hluti þess vanda sem við höfum verið að fást við, að eiga við aflandskrónu hlutan. Útboðið sem var í fyrra var bara eitt af mörgum sem við höfum haldið, við höfum ekki haldið rétt rúmlega 20 útboð áður en að koma því útboði. Og smám saman hefur okkur tekist að vinna niður þennan hluta og það lá alveg fyrir að við myndum á einhverjum tímapunkti þurfa að gá að möguleikum til þess að halda áfram að vinna þetta niður. Menn segja núna, þetta afsláttur frá gengjunni í fyrra. Já, þeir sem ekki tóku þátt í fyrra voru auðvitað bæði að taka áhættu hvað snertir þróun á gengi krónunnar og það má segja að þróun á gengi krónunnar hafi verið jákvæð fyrir þessa aðila. Af hverju? Vegna þess að okkur Íslendingum hefur gengið frábærlega. Þannig að streyma inn í landið ferðamenn og annar gjaldeyrir sem að styrkja stöðu krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Þetta að leiða til þess að lífskjör í landinu að batna. Aðstæður hafa skapast til þess að halda áfram að vinna þetta niður á betri kjörum og það má segja að það hafi verið í þessum skilningi góð ákvörðun fyrir þá sem að ekki tóku þátt síðast, en þeir tóku með því vissa áhættu og það En hún að borga sig, það alveg óumdeilt. Já, það sem að þeir að gera að þeir að kaupa sig út úr sinni stöðu með því að borga mikið álag, 20% álag á það gengi sem að allir aðrir geta fengið hér sem eru lausir undan höftum. Já, en enga síður þetta betri kjör heldur en voru síðast, það alveg óumdeilt. Já, þetta örlítið lægra álag á skráð gengi heldur en að þá var, ætla sé ekki rétt 20% núna, nær 30% þá. Við slum ekki gleyma því að það sem gerist við þessi viðskipti að Seðlabankinn, hann færir í bækurnar á sér mikinn hagnað. Við erum ekkert að niðurgreiða eitt eða neitt eða gefa nokkrum manni neitt. Við stjórnvöld eiga ekki þessa peninga. Það ekki þannig. Við erum bara einfaldlega að vinna að áætlunum að losna undan höftunum og til þess þá þurfum við meðal annars að vinna þetta niður. Ég held að sé bara ágætt skref núna að ná að losa vonandi meira en 90 milljarða. En ég veit það líka og hef það frá Seðlabankanum að þeir eru til í hópi aflandskróna eigenda sem að vilja ekki taka þátt í þessu skrefi. Hafna þessu tilboði. En hvað var til þess að það allt í einu farið út í þetta núna? Því að í raun, og það var rætt á þinginu í dag, það hefði verið hægt að aflétta höftunum án þess að fara endilega í þessa aðgerð. Eru þið að láta undan einhverjum þrýstingi eða hvað veldur því að þetta gert núna? Það einhver breyting. Ég held að þetta sé bara rétt mat hjá Seðlabankanum að aðstæður hafa breyst mjög til batnaðar frá því í júní í fyrra. Ef við værum ennþá með sömu aðstæður í þjóðarbúskapnum og voru í júní í fyrra, þá allar líkur til þess að menn hefur farið varlegar. Við fullyrtum ekkert það í júní í fyrra að við værum í stöðu til þess að afnema höftin að fullu. Við sögðum að við myndum mögulega færa til fjárhæðamörk. Við boðum það að við myndum skoða stöðuna að nýju og við skulum líka hafa það í huga hér að
sko við þurfum alveg sérstaklega réttlætingu til þess að vera með höftin yfir höfuð gagnvart okkar alþjóðlegu skuldbindingum og annað þess áttar. Það lá fyrir ykkur hótun undan því að því það var svolítið vísað í matsfyrirtækin fyrir ekki í gær og alþjóðagjaldeyrissjóðinn líka og það er svona vísað í alþjóðlega skuldbindingar. Vorum við búin að fá einhvers konar eitthvað gult spjald frá einhverjum erlendum stofnunum eða lá eitthvað fyrir? Nei, ég tel að við séum í fullum rétti til þess að fylgja áætlunin eftir eins og við erum að gera í dag. Ég kannast ekki við að hafi verið neinar hótanir nýlega. Ég veit þó að því að fyrir héraðsdómi hefur verið einhver matsbeiðni í gangi. En það sem mestu skiptir að við erum að gera nákvæmlega það sem við boðum að við myndum gera. Það er að segja við settum innlenda markaðinn í forgang. En eru þessar aflandskrónur þarna. En það breytir því ekki að sko, við sem höfum verið að vinna í þessu, við höfum að sjálfsögðu verið að gera það með það að loka markmiði að losna alfarið við höftin, að vera laus við þessar eftirhreytur haftana. Og þó ég telja að sú staða sé alls ekki komin í dag og við séum í fullum rétti til þess að beita þessum aðgerðum okkar eins og við erum að gera, að skilja aflandskrónur enn eftir á reikningum sem eru háðir sérstökum skilyrðum sem ekki ganga þessu tilboði, það er það sem að verður gert. Að þá verðum við hins vegar að horfast í augu við það að á einhverjum tímapunkti í framtíðinni er ekki ólíklegt að menn muni segja að við höfum ekki þau lagalegu og efnahagslegu rök sem að við höfum getað beitt fram til þessa til þess að fylgja eftir þessari áætlun okkar. Á einhverjum tímapunkti í framtíðinni þessir 100 milljarðar sem verða eftir, þeir eru hugsanlega borgaðir út bara á gengi dagsins hjá Seðlabankanum. Það verður tíminn að leiða í ljós. Gengi getur gengið upp og niður, það geta orðið breytingar í ytri aðstæðum okkar. Við erum fyrst og fremst að verja heimilin og fyrirtækin í landinu fyrir áföllum við það að við afnemum höftin. Hingað til hefur það gengið frábærlega og það er engin merki annað en að þessi aðgerð og þessi viðskipti séu að skila bara sama góða árangri og við höfum haft hingað til af þessar áætlun. En sko nú veit ég það, ég heyrði það í dag því það eru auðvitað þeir sem tóku þátt í þessu síðast, þetta kom þeim nokkuð í opna skjöldu, voru ekki margir af þeim með einhvers konar svona fyrirvara í þessum samningum sem þeir gerðu við stjórnvöld þá og ert ekki hræddur að það verði til þess að þeir fari þá núna að sækja þennan mun, af því að 20 milljarðar hefur verið talað í dag að menn hafi grætt á þessu gengi núna, sem ætla að fara inn í það núna til dæmis. Já, en hérna... En ertu ekki hræddur við? Þú segir að þetta komi mönnum í opna skjöldu. Ég held að hafi komið mörgum í opna skjöldu að evran sem að þá kostaði 140 krónur skuli hafa farið niður fyrir 115 krónur núna síðustu daga og hafi síðan svo sem aðeins hækkað aftur í dag. Það sá auðvitað enginn þessa gengisþróun fyrir. Hún er bara hluti af þessari óvissu sem við erum að spila með. Aðalatrið er það að við erum með svona samsetta áætlun sem við erum að starfa eftir, við erum að fylgja því eftir, við settum innlendamarkaðinn í forgang, þess vegna eru höftin alfarið að hverfa af þeim. Ef að þessir aðilar sem eru með aflandskrónur vilja fá lausn núna, þá stendur þeim það ekki til boða á skráðagenginu, þeir verða að borga 20% álag með það sem að aðrir gera. Og við erum enn í þeirri stöðu. En þeir sem tóku þátt síðast eru að fá ásakaslettuna verri díl heldur en þeir sem eru að taka þátt núna og þess vegna spyr ég sko, ertu ekki hræddur að þeir fari núna að sækja á ykkur eitthvað? Já, það gildir í raun og veru bara fyrir alla þá sem að skiptu krónum yfir í erlendan gjaldeyri í júní í fyrra. Ef að þú hefur keypt þér Volkswagen Golf í júní í fyrra, þá hefur þú borgað miklu meira fyrir hann þá, heldur en að þú myndir fara núna og kaupa þér Volkswagen Golf. Já, en þess vegna ég var að spyrja því voru ekki fyrirvarar í þessum samningum sem voru gerð? Nei, það er engin fyrirvarar. Þetta voru frjáls viðskipti, engin þvingaður til þess að taka þátt, menn bara gáðu þessu upp ef þeir vildu á þeim skilmálum sem að þá voru auglýstir, taka þátt. Sko, það hefur verið rætt töluvert það núna undanfarið að kröfuhafar sem hafa verið í bönkunum, stórir kröfuhafar, og þetta eru auðvitað ekkert rosalega margir aðilar, að þeir taki þátt í einhvers konar kaupum á Arion banka með einhverjum öðrum hlutum. Þessi aðgerð núna, hefur hún eitthvað með það að gera? Ég meina, Nei, það er alveg aðskilið mál. Þetta er ekkert eitthvað sem liðkar fyrir því eða eitthvað svoleiðis? Nei, það ætti sjálfur sér að vera algjörlega aðskilið mál. Það sem að ég veit það mál, vegna þess að það mál er ekki á höndum stjórnvalda, en ég veit bara það mál er að eigendur bankans, sem eru í raun og veru þeir sem eignuðust gamla slitabúið,
að þeir hafa verið að vinna því að skrá hlutabréfin og að því mér skilst og hefur verið í fréttum að undanförnu, þá eru einhverjir úr þeim eigendahópi að hugsa að taka þátt í þeim kaupum. Hvernig hugnast þér það? Já, það sem ég myndi vilja sjá heilbrigt eignarhald, helst dreift að þessum banka. Þessir aðilar verða bara einfaldlega allir að ganga það nálarauga sem að fjármálaeftirlitið setur þeim. Forstjóri fjármálaeftirlitsins sagði í fréttum í dag að henni hugnaðist litist ekkert sérstaklega vel á það að fá þannig hópa fjárfestum inn sem væru svolítið mikið að hugsa skammtímagróða oftar en ekki. Já, ég geti sjálfsög tekið undir það sjónarmið að við erum ekki að leita að einhverjum skammtíma eigendum af bönkunum, en hins vegar mun fjármálaeftirlitið bara þurfa að fara að lögum og þetta ekki eitthvað huglægt mat, fyrst og fremst hlutlægt mat sem þarf að fara fram. Jú, sum atriði kannski varandi reynslu og þekkingu og svona, en við erum að leita að heilbrigðu eignarhaldi og ég verð að segja það alveg svo að það svona vonbrigði í raun og veru fyrir okkur Íslendinga hvernig eignarhald á fjármálafyrirtækjunum hefur verið öll þessi ár. Við höfum í raun og veru sýnt þessum aðilum ótrúlegt langlundargeð og mikla biðlund að koma sínum málum í lag. Ég þekki ekki dæmi þess að svona óskilgreindur hópur þúsunda kröfuhafa hafi fengið að fara með óbeint eignarhald á fjármálafyrirtækjum í jafn langan tíma og hefur átt við hérna á Íslandi með sérstökum undanþáguákvæðum. Þannig að það orðið mjög tímabært. Hvers vegna hafa þeir fengið að komast upp með það? Já, við vorum lengi að finna lausn fyrir slitabúin, en leið og hún var fengin og við áttuðum okkur á því hvað mátti gerast varðandi afhendingu eigna út úr slitabúinum, þá gátum við komið svör og strax í kjölfarið þá kynntum við til söguna stöðuleika skatt og stöðuleika framlögin. Það leiddi til þess að á nokkrum mánuðum þá leystist öll þessi mál og við fengum stöðuleika framlögin í ríkissjóð. Og það þess vegna eðlilegt framhald af því að eignarhaldið á Arion banka sé að taka breytingum, en við erum svo sem búin að leysa þetta með eignarhaldið á Íslandsbanka vegna þess að ríkið búið að taka hann yfir. Sko, það var haft eftir Benedikt Jóhannesson í dag að hann hefði talað að hann sagði í ráðuneytinu heyri að líklega hafi á þeim tíma, þá var hann að tala fyrir ári síðan, hafi verið hægt að þurrka snjóhengjuna upp að mestu leyti ef gengið hefði verið á milli 165 og 170 krónur á evru. Nú sjáum við að glöggt að skynsamlegt hefur verið að ljúka viðskiptunum á því gengi. Hvað kom í veg fyrir að það gert með þetta sem hann segir? Já, þetta var... Voru þetta mistök hjá okkur? Nei, ég held að menn eigi ekki að vera of að horfa öxl og reyna að dæma hluti sem... En menn verða að horfa öxl og læra því að þetta talsveit mikið af peningum. Það sem ég ætla að segja að það erfitt að horfa á gengisþróunin eins og hún hefur verið, gengisþróunin, og segja, já, miðað við það hvert gengir í dag að þá hefði 165 verið mjög gott þá. Miðað við þau viðskipti sem til dæmis voru með aflandskrónur á þeim tíma þá hefði það þótt mjög takmarkað álag og það má ekki gleyma því að við losuðum þó í kringu 70 milljarða á genginu 190 sem að auðvitað umtalsvert og það við getum á sama hátt sagt núna, já það var eins gott að við heldum þetta útboð í júní fyrra. Heldurinn þeir eru að gefa þeim núna? Það var örlítið meira álag eins og ég rakti áðan miðað við skráða gengið á þeim tíma. Ef við hefðum farið niður í 165, eins og þú ert að gefa í skinn að við hefðum átt að gera. Fjármálaráðherrann er að segja það? Já, ég kannast alveg við þá tölu að einhverjir af þessum aðilum hafi einhvers staðar í ferlinu látið skín í þá tölu. Ég kannast við að hafa heyrt það í þessu ferli. Ekki það að menn hafi verið að semja þessa hluti heldur stiltu við mönnum einfallega frammi fyrir útboðsskilmálum og í aðdraganda þess að þá heyrðu ráðgjafar okkar ýmsar tölur, ég kannastu tölur á þessu bili sem þú ert að nefna. Við ákváðum á endanum að stilla markið hærra. Það var niðurstaða Seðlabankans og okkar helstu ráðgjafa að leggja þetta upp svona. Þetta eru hlutir sem eru ræddir í stýrinefnd afnám hafta meðal annars. Þannig að ég mjög sáttur við útboðið eins og það var framkvæmt síðast. Ég líka mjög sáttur við þennan áfanga núna og ég verð bara að segja alveg svo að útlitið hefur farið stig af stigi batnandi hér ár eftir ár
og það stórkostlegur áfangi núna að vera laus undan höftunum. Bara eitt í lokin, með við viðbrögð lífeyrissjóðanna, það var ekkert svona, þeir eru ekkert að hoppa út með heftið kannski, en hvað finnst þér þessar hugmyndir að þeir þurfi í auknum mæli, sem þeir þurfi náttúrulega klálega núna að fjárfesta í útlöndum og þar alveg þyrftu menn kannski að setja gólf í staðinn fyrir þak og reyna að ýta þeim meira út. Hvernig líst þér á það hugmynd? Mér líst vel á það, en mér finnst það skipta miklu máli að það samrýmist svona langtíma ávöxtunar þörf og hvað við að segja, áhættu samsetningu lífeyrissjóðanna. Það þarf að dreifa áhættunni og með því að fara með hærra hlutfall til útlanda þá kannski náum við betri áhættudreifingu. Þetta eitt af því sem ég vil láta skoða og mér finnst mjög vel komið til greina að setja gólf. En ef við setjum gólf, þá væri það til marks það hversu ótrúlegum framförum við höfum náð. Vegna þess að hinga til höfum við þurft að miða við þak, vegna þess að við höfum ekki getað leyft lífeyrissjóðunum að fara með nema takmarkað fjármagn út úr landinu þar sem að efnahagslífið okkar hefði ekki þolað það. Það væri algjörlega stórkostlegt ef við værum komin í þá stöðu að geta sett þak sem að væri hærra heldur en við höfum verið að horfa á fram til þessa. Við höfum að láta kalla það framfaragólf, en takk fyrir komuna í Kastljós, Bjarni, skiptum til Helgu. Takk.